stefnunar þar. Umsjón hefur Sigrún Stefánsdóttir. Það morgun í Peking, höfuðborg Kína. Umferðin þung enda þarf töluvert til að koma mannlífinu af stað í 10 milljóna manna borg. Það sérstakur viðbúnaður fyrir framan hliðið við gestahús hins opinbera. Það von á forseta Íslands, en opinber heimsókn Vigdísar Finnbogadóttur til Kína hófst 29. ágúst og stóð fram til 3. september. Þarna mætast litli og stóri. Kínverjar eru alls 1,2 milljarðar talsins en Íslendingar allir kæmust auðveldlega fyrir í einu litlu hverfi í Peking. En móttökurnar voru ekki miðað við höfðatölu. Forsetinn bjó í glæsilegu gestahúsi og garðurinn í kring var hinn fullkomna andstæða hávaðans og mengunarinnar úti á umferðargötunum. Það 8 tíma munur á Íslandi og Kína og eftir langt ferðalagið fékk forsetinn að hvíla sig fram eftir degi enda ströng dagskrá framundan. Formlega hófst heimsóknin utan við höll alþýðunnar síðdegis og þar blasti torg hins himneska friðar við sjónum, sem eitt stærsta torg heimsins og hefur verið vettvangur atburða sem seint gleymast í sögu þjóðanna. Lu Pang forseti tók á móti forsetanum og fylgdarliði. Heimsókn forseta Íslands vakti verulega athygli í kínverskum fjölmiðlum og þar var það meðal annars rifjað upp að móðir Vigdísar hefði komið til Kína fyrir nokkrum áratugum og hugur forsetans hvarflaði einmitt til hennar á þessari stundu. Ég verð nú að viðurkenna það að það fóru mig straumar þegar ég stóð þarna með forseta þessa risaveldis og það var verið að spila íslenska þjóðsönginn mjög fallega og íslenskir fánar umlukt okkur á þessu stóra torgi og allt í einu flaug hugurinn til hennar móður minnar. Hvað skyldi hún hafa sagt, hugsaði með mér, hefði hún vitað 1956 þegar hún kom hérna að ég ætti að standa dóttir hennar undir þjóðsöngnum íslenska sem opinber gestur í Kínaveldi. Mikið hefði henni þótt það ólíklegt og ótrúlegt, en hún hefði átt gaman að því. Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra og sérstök viðskiptasendinefnd voru með í förinni, en þetta í fyrsta skipti sem slík nefnd tengist opinberri heimsókn forsetans erlendis. Nefndin ræddi við ýmsa áhrifamenn stjórnarinnar og viðskiptalífsins, meðal annars möguleika á viðskiptum á sviði sjávarútvegs, jarðhitanýtingar, hugbúnaðar og iðnaðarvéla. Utanríkisráðherra lýsir þessu sem kaflaskiptum í utanríkispólitíkinni sem hann vill gera fastri hefð. Já, það verður framhald á því. Ég tel að það eigi að gera þetta svona og meðan ég fæ einhverju ráði þá mun ég reyna í öllum opinberum heimsóknum að taka með mér fólk úr viðskiptalífinu. Dagskrá hinnar opinberu heimsóknar einkenndist af fundum með æðstu ráðamönnum Kína og viðleitni heimamanna til að sýna forsetanum kínverskar menjar sem vitna forna menningu og örlagaríka sögu. Forsetinn komin í gönguskó og leiðin liggur 40 kílómetra norður af Peking að einu frægasta ferðamannastað heimsins. Á öðrum degi heimsóknar forseta Íslands til Kína fékk Vigdís tækifæri til að skoða Kínamúrinn. Kínamúrinn var byggður sem varnarmúr á norðurlandamærum Kína.
Sagan segir að það hafi tekið 300.000 manns 10 ár að byggja aðeins einn áfanga múrsins. Kínverjar segja að lífinu hafi ekki verið lifað til fulls nema maður hafi gengið eftir múrnum. Ekki verður lagt mat á þessa staðhæfingu Kínverja hér. Hitt þó víst að það tímans virði að skoða þetta mannvirki og að reyna að ímynda sér þann gífurlega fjölda manna sem lögðu hönd á plóginn við gerð þess. Síðdegis opnuð íslensk frímerkjasýning í húsi Porsósima í Peking. Frímerkjasafnarar í Asíu sýna frímerkjum frá Íslandi vaxandi áhuga og þessi sýning liður í að reyna að auka hann enn frekar. Þetta nú aðalega frá lýðveldistímanum og við höfum tekið svona línu eins og fugla og skip og flugvélar og eins forseta möppu. Gestahúsið var ekki aðeins næturstaður forsetans, heldur var húsið einnig svið fundar með forseta Kína. Sá fundur var lengri en upphaflega hafði verið ætlað og að honum loknum sagði Vigdís að hún hefði meðal annars komið að sjónarmiðum sínum gildi frelsisins fyrir einstaklingin. En hvert gildi heimsókn af þessum toga að mati forseta Íslands? Við vitum það að lífið snýst samskipti manna. Samskipti manna í heimalandi, milli sveita, milli borga og svo auðvitað á milli landa á jarðkringlunni allri. Og hér er risaþjóð sem á eftir að kalla eftir viðskiptum og byrjuð á því við heiminn allan, víða lönd. Og það ekki verra fyrir okkur Íslendinga að vera með þar í lestinni að skoða hvað við getum gert. Vegna þess að við eigum margt sem getur komið þeim að gagni. Enn haldið af stað út úr borginni og nú liggur leiðin til Tianjin þar sem íslenska fyrirtæki Virkir Orkind hefur sinnt verkefni á sviði jarðhitanýtingar og frekara samstarf var ákveðið í ferðinni með undirritun samnings stofnun fyrirtækis á því sviði. En það voru fleiri sem náðu samningum. Silfurtún í Garðabæ gerði stóra samninga framleiðslu á vélum til endurnýtingar. Framkvæmdastjóri metur árangurinn svona. Ég myndi segja að vera mjög mikið. Við erum mjög ánægðir með árangurinn og þetta lofar mjög góðu. Hvaða samningar hafa tekist með ykkur og Kínverjum? Já, við erum búin að gera skriflega samninga við 2 fyrirtæki, mjög stóra dreifingaraðila sem eru ánægðir með okkar vöru, búin að kynna sér hana mjög vel þetta mánuði og ætla að setja hana mjög alvarlega á markaðinn af miklu krafti. Rigning var til þess að raska dagskrá forsetans einn daginn en Pekingbúar láta ekki vætuna aftra sér frá því að hjóla til og frá vinnu. Sagt að 8 milljónir hjóla séu til í borginni og eru mikið notuð, enda oft fljótlegra að ferðast á þeim en í bíl. Peking hefur verið höfuðborg Kína frá því 1267 en hinn forna höfuðborg landsins heitir Xi'an. Forsetinn óskaði sérstaklega eftir því að fá að heimsækja þá borg. Þar sem annars staðar biðu ljósmyndarar og fréttamenn. Í borgin 40 stiga hiti og á leiðin á hótelið vaknar svo spurning hvaða augum forsetinn líti einstaklinginn í þessu milljóna samfélagi. Einstaklingurinn afskaplega vinsamlegur og þessi þjóð kemur mér fyrir sjónir sem ljúf þjóð. En auðvitað á svona ferð þá sér maður ekki nema framhliðina og ég veit ekki hvernig fólki líður hér almennt en allir sem ég hef hitt hafa verið sérstaklega vinsamlegir og ljúfmannlegir í fasi
og mætt mér að minnsta kosti eins og ég kalla á viðmót manna ef að svo ber við að horfa. Framandi tónlist, framandi matur, ólíkir siðir, ólík viðhorf. Í heimsókninni var maður stöðugt minntur á hversu ólíkar þessar tvær þjóðir eru, Íslendingar og Kínverjar. En hvernig býr forsetinn sig undir heimsókn sem þessa? Það er mikil vinna. Það er geysilega mikil vinna. Maður fer ekkert af stað í svona ferð án þess að hafa kynnt sér sögu þjóðarinnar, aðstæður allar, hvað er verið að skrifa í heiminum núna þessa þjóð og sitt hvað sem maður verður að setja sér fyrir sjónir. Ímynda sér hvernig maður eigi að ræða við menn, hvað megi nefna, hvað þurfi að fara varlega í að nefna, hvað þurfi að, mér finnst stundum ég vera nokkuð leikinn við að pakka svolítið inn og segja með hálfkveðnum vísum það sem og kurteislega það sem mig langar til að segja og mér finnst sannast sagna finnst mér ég hafa núna komið öllu að sem mig langaði til að segja hér. Fylkisstjórinn sem tók á móti forsetanum gerði konur að sérstöku umtalsefni og sagði það verið í lögum í Kína að báðir foreldrar sinntu uppeldi barna sinna. Hann tók sjálfan sig sem dæmi. 我过去曾经是位工程师，我爱人是个医生。那么我们过去这个下班以后回家，我就要进厨房进行做菜做饭。我的爱人呢就在家里搞卫生，打扫卫生、洗衣服，照料孩子。 这样我们有个很自然的分工，在知识分子家庭里面，一般的男的进厨房，女的搞卫生；在一般劳动阶层的家庭呢，女的进厨房，男的这个照料一些笨重的劳动，搞一些卫生活动。 Ein af vöggum kínverskra menningar Xiangxi-fylki, en það var einmitt héðan sem fyrsta silkið barst til Evrópu. Borgin Xi'an í Xiangxi-fylki laðar að sér fjölda ferðamanna á hverju ári, ekki síst vegna terrakotta-hermannanna sem fundust fyrir algjöra tilviljun árið 1974 þegar bóndinn okkur var að grafa eftir vatni. At present, we have discovered more than 1,000 Sögusagnir höfðu lengi gengið að þarna væri grafhýsi fornra keisara. En það fékkst ekki staðfest fyrr en fyrir 20 árum. Það var kvinn keisari sem lét gera stytturnar og segir sagan að leirhermennirnir hafa átt að styðja keisara sinn hið neðra þegar þangað kæmi. Ekki búið að grafa upp nema brot á svæðinu en talið að þarna séu alls 8.000 leirstyttur. Kínverjarnir lögðu mikla áherslu á að allar tímasetningar stæðust í dagskráni. En þó dagskráin verið þétt, gafst forsetanum tækifæri til að staldra örstuttastund við akrana utan við Xi'an áður en flogið var til milljónaborgarinnar Shanghai. Íslenska viðskiptasendinefndin hafði komið til borgarinnar daginn áður og var búin að halda íslenska-kínverska ráðstefnu í Shanghai viðskipti þjóðanna. Utanríkisráðherra ánægði með afrakstur ferðarinnar fyrir hönd sendinefndarinnar. Ég tel að hann hafi verið betri en ég átti von á. Það hafa komist hér á samningar og að því varðar sjávarútveginn að þá telja þeir að þetta hafi flýtt þeirra markaðsstarfi hér í Kína 1 til 2 ár. En hvað kemur svo út úr því endanlega ætla ég ekki að spá fyrir Shanghai á sér yfir 5.000 ára langa sögu en borgin varð fljótt mikilvæg miðstöð útflutnings og viðskipta. Það gífurlegur hiti þennan dag sem forsetinn hafði viðdvöl í borginni og mannhafið virðist yfirþyrmandi fyrir gesti frá Íslandi. Borgin Shanghai stendur við lengstu á í Kína Yangtze.
Hér búa alls 13 milljónir manna og vestrænna áhrifa gæti hér mun meira en í öðrum borgum Kína. Shanghai var síðasti viðkomustaður forseta Íslands í hinu opinberi heimsókn. Shanghai er sú borg heims sem hvað flest fólk býr á hverjum ferkílómetra. Sólhlífar og blautir klútar eru hér jafn nauðsynlegur búnaður utandyra eins og úlpan og vettlingarnir heima á Íslandi. Frá Shanghai er förinni heitið aftur til Peking og þar með lýkur heimsókninni. Yfirvöld í Kína létu vel að heimsókn forseta Íslands. 冰岛女总统这次到我们国家来访问，是应江泽民主席的邀请来的。我非常荣幸能够作为中国陪同团的团长，陪我们女总统访问中国。我认为这是在中冰这个友好历史上非常重要的一页。她的这次访问是非常成功的，因为在女总统访问的过程中间，她和我们的领导人，包括江泽民主席，进行了非常有益的交谈，通过这些谈话，增进了彼此的了解。随同女总统来的这些企业界的和一些官员们，也和中国的有关方面进行了广泛的接触，他们已经达成了很多协议和合同。我相信这样一些访问，将会相互进一步的探讨中国在和冰岛之间进一步进行贸易合作。 这些交往的可能性。冰岛女总统在访问以后，还会参加世界妇女大会，作为中国政府的特邀客人。我相信她参加这次妇女大会，将会对大会取得积极的成果起得重要的推动作用，因为她本身对妇女就是一个很好的范例。 她是一个我们大家都值得骄傲的第一位民选的女总统。 Strax að lokinu opinberi heimsókn forseta Íslands biðinnar önnur verkefni. Í dag, mánudag, var henni meðal annars ætlað að ávarpa gestgjafana hér í höll Alþýðunnar fyrir hönd erlendra gesta sem eru hingað komnir til að taka þátt í kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. It is with privilege and indeed a great pleasure that I address our host on behalf of the guests here in the great hall of the people at this very historic moment. Athöfnin var á vegum kínverskra stjórnvalda og þótti ýmsum að með henni væru þau að stela senunni frá sjálfri setningarathöfn Sameinuðu þjóðanna sem hófst nokkrum tímum síðar. Forsetinn hefur hlotið nokkra gagnrýni vegna ummæla í tengslum við óformlegu ráðstefnunni í Hvairó þegar hópur kvenna hótaði að hætta við ráðstefnuna vegna afskipta Kínverja framkvæmdum þar. Vigdís sagðist telja að slíkir afarkostir væru ekki rétta leiðin. Sjálf hún hins vegar sannfærð gildi kvennaráðstefnunnar. Hún hefur það gildi að hún vekur athygli á stöðu kvenna í heiminum og staða kvenna almennt í heiminum mjög bágborin. Við verðum að horfast í augu við það og hér verður mikið talað og við vitum það að í öllum þjóðfélögum það nokkurn veginn sama hvað eru lokuð, þá berast alltaf einhvers staðar fregnir. Og mér finnst svo mikilvægt að konur í heiminum viti að konur sem hafa það betra og hafa náð lengra að þær eru að hugsa þeirra hag og vilja hjálpa þeim. Því allur slíkur styrkur, svona hugarstyrkur, að vita af huga manna með sér hefur mikið að segja. Það komust færri inn en vildu á setningarathöfn Sameinuðu þjóðanna sem var 3 klukkustunda löng. Vigdís Finnbogadóttir flutti ávarp og minnti á þau mörgu verkefni sem enn væru óleyst í baráttunni fyrir jafnri stöðu kynjanna og lagði áherslu á hlut Sameinuðu þjóðanna við lausn vandans. Obviously, the march of history does not yield itself to the whims of the almanac. Nevertheless, the timing of our conference inevitably merges its theme with the wider question of the kind of vision we want to set out for the United Nations in the next half century. Í ræðunni hélt hún Sameinuðu þjóðunum mjög á lofti og nefndi að það væri ekki tilviljun að það stæði skýrt í stofnskrá þeirra að konur og karlar skuli njóta fulls jafnréttis. Áður en Vigdís hélt aftur til Íslands heimsótti hún konur á óformlegu ráðstefnunni í Hvairó, þar sem íslenskar konur hvöttu hana til þess að gefa kost á sér í embætti forseta næsta kjörtímabil.
En hvaða hug ber forsetinn kínversku þjóðarinnar nú að lokinu opinberu heimsókninni til Kína? Ég ber mikinn hlýhug til kínversku þjóðarinnar og hef reyndar alltaf gert frá því að barn. Fólki hérna er svo elskulegt og vinsamlegt að það er ekki hægt annað en að þykja vænt um það. Og ég vildi óska þess að þetta fólk næði þeirri gæfu og þeirri hamingju sem það er að leita að. Ég get ekki vísað í hvaða veg það á að fara til þess að ná henni. Það er ekki í mínu verkahring, eða ekki í minni getu heldur. En það breytir því ekki að mér er mjög hlýtt til þessa fólks.